Stjórnarmaður í Neytendasamtökunum vill að samtökin beiti sér fyrir því að verðtrygging verði afnumin að fullu. Hún segir ósanngjarnt að lánastofnanir séu gulltryggar gagnvart verðbólgu en neytendur sitji í vaxtasúpunni. Helga Arnardóttir. Talsmaður neytenda hvatti til þess nýlega að verðtrygging lána yrði afnumin. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur ekki á sama máli en hann telur að afnám hennar gæti skaðað lífeyrissjóðina og einungis hentað skuldurum. Þóra Guðmundsdóttir, stjórnarmaður í Neytendasamtökunum, segir neytendur ekki eiga annarra kosta völ en að taka verðtryggð lán og bankarnir ráðu þar ferðinni. Við höfum ekkert þetta að segja og á lánstímanu þá hafa meira að segja leyfi ekki nóg með að verðtryggingin sé til staðar og verði þá alveg, heldur geta að hækka vextina líka og þeir gera það ofan á verðtrygginguna og mér finnst það bara mjög ósanngjarnt. Neytendur séu vanmáttugir gagnvart lánastofnunum. Og það svolítið skrítið að hjá okkur, þá eiginlega komið svona eins konar þjóðarsátt og bara almenn viðurkenning á því að sá sem lánar eigi alltaf að hafa allt sitt á þurru. En sá sem tekur lánið, hann verði alltaf að taka öllum áföllum sem koma, sama hvað. Og mér finnst þetta bara ekki, mér finnst bara tíminn til komin að breyta þessu. Neytendasamtökin ættu að mati Þóru að beita sér fyrir því að verðtryggingin verði afnumin. Mér finnst að við verðum að taka þetta upp og skoða þetta og ræða þetta bara alveg hispurslaust frá öllum hliðum. Hafa þeir ekki gert nóg af því? Mér finnst það ekki. Mér finnst það að hafa svolítið sneitt hjá þessu og við náttúrulega líka ég sneitt hjá þessar umræðu því miður.